Kosið verður til Alþingis 27. apríl næstkomandi. Upplýsingar hvar hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar að finna á vefnum kosning.is. Þegar komið á kjörstað gefur þú þig fram og sýnir skilríki. Kjörgögn eru sendiumslag, fylgibréf, kjörseðill og kjörseðilsumslag. Kosning fer fram í einrúmi og þar ritar þú eða stimplar á kjörseðilinn bókstaf þess lista sem þú vilt kjósa. Á kjörseðli við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eru hvorki heiti stjórnmálasamtaka né nöfn frambjóðenda. Viljir þú breyta röð frambjóðenda á listanum sem þú kýst, ritar þú nöfnin og tölusettur þau. Viljir þú hafna frambjóðenda á listanum, ritar þú nafn hans og strikar svo yfir það. Að því búnu leggur þú seðilinn í kjörseðilsumslagið og límir það aftur. Því næst undirritar þú fylgibréfið í viðurvist kjörstjóra sem vottar atkvæðagreiðsluna með undirritun sinni og embættisstimpli ef við á. Þess skal getið á fylgibréfinu ef kjörstjóri eða fulltrúi sem kjósandi valdi sjálfur veitir honum aðstoð og skulu ástæður tilgreindar. Þetta á við ef kjósandi getur ekki árita kjörseðilinn vegna sjónleysis eða þess að hann getur ekki notað höndina. Kjósandi skal sjálfur óska eftir þessari aðstoð. Þetta á einnig við ef kjósandi getur þar að auki ekki tjáð vilja sinn með skýrum hætti fyrir kjörstjóra. Hann hefur þá meðferðis vottorð réttindagæslumanns. Skal það tilgreint á fylgibréfinu. Sá sem aðstoðar undirritar þagnarheit að segja ekki frá því sem honum og kjósanda fer á milli við atkvæðagreiðsluna. Aðeins heimilt að vera fulltrúi eins kjósanda við sömu kosningu. Þegar þú hefur undirritað fylgibréfið, leggur þú það ásamt kjörseðilsumslaginu í sendiumslagið og límir það aftur. Nafn þitt, kennitala og lögheimili skal skráð greinilega á bakhlið sendiumslagsins. Það skal áritað til sýslumannsins eða kjörstjórnarinnar í því umdæmi þar sem þú telur þig vera á kjörskrá. Ef þú greiðir atkvæði hjá sýslumanni í umdæmi þar sem þú ert á kjörskrá, leggur þú bréfið í atkvæðakassa þar. Ef þú greiðir atkvæði í öðru umdæmi en þú ert skráður til lögheimilis í, annast þú sjálfur sendingu atkvæðisbréfs þíns. Kjörstjóra þó skylt, ef þú óskar þess, að koma bréfinu í póst. Ef atkvæði greitt það tímanlega fyrir kjördag, að pósturinn ná að koma því til skila áður en kjörstöðum lokað. Póstsending á kostnað kjósanda. Nánari upplýsingar atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eru á vefnum kosning.is.